Bara að harfa á höndina á Heiðari. Ræsastraum. Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þessi fundur er nummer 721 og haldinn 27. júní 2018 og ég segi fund settan. Ég þarf að leita afbrigða varðandi eitt mál sem heitir sumarleyfi bæjarstjórnar 2018. Einhver sem gerir athugasemd það að við tökum það inn á dagskrárna? Svo ekki, þá verður það nummer 2. Á dagskrá þá 4 mál, það er ein fundargerð frá bæjarráði til samþykktar. Síðan 2 mál sem eru kölluð almenn erindi, sumarleyfi bæjarstjórnar og landsþing, sambandis sveitarfélaga og loks ein fundargerð til kynningar. Og við hefjum þá, hafna ég fyrir umræður um fundargerð bæjarráðs sem var nummer 1357. Og haldinn 21. júní. Þar voru 6 mál á dagskrá. Ég ekki orðið laust. Takk við Sveinn Óskar, þú kveður ljós og gjörðu svo vel. Forseti. Ég gerði bókun á þessum fundi og það varðar í raun og veru breytingar í tölum sem komu fram þannig að frá upphaflegu mati verkefnisins og til þeirra áætlunar sem að láða fyrir fundinum var munurinn um 70%. Hækkun á því verkefni. Það kom vissulega til stækkun á verkefninu og það kom til einhverjar breytingar. Einnig nefndi ég það að það hefði hugsanlega verið hyggilegt og það er heimild, ekki endilega skylda, að bjóða slík verk út á Evrópska efnahagssvæðinu. Nú einnig, þegar við erum að tala um fjölnota íþróttahús, þá er þetta náttúrulega ekki það fjölnota íþróttahús sem að rætt hérna á sínum tíma að ætti að byggja og stærðinni við það er þetta helmingun af slíku húsi. En engu að síður lágu þarna fyrir tilboð frá 600 milljónum og upp yfir 700 milljónir króna og markmiðið var að hafna því á þeirri forsendu að þetta væri skynsamlega þá að ganga til samningskaupa við verktaka sem buði verkið. Nú, það er nú þannig að það var lýst ég því fyrir á þeim fundi, bæjarráðsfundinum sem að hér fjallað, að það er mikill munur á því að taka tilboði í alverk eins og þetta útboð gekk út á, en að framkvæmdar áhættan sé öll lögð á herðar bænum með því að fara í samningskaup. Nú er þessi ekki lokið á eftir að fara í viðræður og vissulega vonar maður það að það væri hægt á að lækka kostnaðinn niður í allavega þá áætlun sem að lá fyrir fundinum upp á rétt rúma 500 milljónir. Nú, þá er spurningin einfaldlega þessi: hvað verður lagt upp með í þeim samningaviðræðum og hvernig er áformað að ná verðinu niður í ljósi þess minnisblaðs sem lá fyrir fundinum frá verkfræðistofu að markaðurinn væri mjög erfiður í dag og verð há í útboðum eða tilboðum í útboðsverkefni sveitarfélaga eins og í Hafnarfirði sem dæmi, sem var minnst á í einu minnisblaðanna.
CMC, markaðurinn erfiður, það dýrt að byggja í dag og það þensla. En það sem eftir stendur í þessu, í raun og veru að mínu viti, svo áhætta sem í því að leggja fleiri verk í samningskaupum á herðar sveitarfélagsins, þessi verk áhættuna, sem í raun og veru verktakinn tekur af sér ef hann tekur samþykkt tilboð hans í heildarverki. Auðvitað eru aukaverk og annað slíkt, en það með öðrum hætti þegar við erum með samningskaup. Verk áhættan liggur meira á sveitarfélaginu en venja Þetta þekkja margir í þessum bransa, en ég vil beina því til meiri hlutans og allra bæjarstjórnarmanna að huga þessum áhættuþætti og huga að því að sveitarfélagið undirbúi betur gögn sem fara í útboð. En betur en nú Að öðru vil ég minnast einnig á að í minnisblöðum og framvinduskýrslum, það ekki bara þetta verk, heldur annað, leggja áherslu á í framtíðinni að það séu þá birtar dagskýrslur verksins sem unnar eru yfirleitt í slíku, þar sem framvinduskýrslurnar séu ítarlegri, og einnig að fundargerðir verkfunda, ef einhverjir séu birtar bæjarstjórn. Verkfundar með verkfræðingunum, verktökunum og svo framvegis. Þetta í formi, þetta erindi mitt hér núna í formi þess að bæta eða stýra áhættunni betur með þessum hætti, lágmarka kostnað, nýta þau tæki sem felast í löggjöfunum opinber innkaup og þau tæki sem felast í því að geta boðið út á Evrópska efnahagssvæðinu ef ekki verið nema annað en að veita aðhald. Vissulega samningarnir eftir og við skulum sjá hvað kemur út úr því, en ég minni á það enn og aftur að ef að farið í samningskaup á verk áhættan á sveitarfélaginu. Já, Anna Sigríður næst, gjör svo vel. Forseti, fyrsta biðjum að stinga samband fyrir mig. Þessi námið að lagast fjallað. Ég kem hér upp undir sama máli, ég eins og þeir sem sitja auðvitað borð vita þá ég ekki sæti í bæjarráði og kannski alltaf sem ég ætla að spyrja hér eða vekja máls á, kannski hefur verið farið yfir það allt á bæjarráðsfundunum, en ég ætla samt að láta þetta eftir mér. Fyrsta lagi þá langar mig til þess að spyrja það kemur fram að grundun hússins, það auka kostnaður upp á 41 milljón króna. Og þá langar mig bara að spyrja hvernig stendur á því að þetta var ekki inn í upphaflegu kostnaðaráætlun. Nú þetta bygging bara við hliðin á stóru húsi sem við byggðum fyrir ekkert svo mörgum árum síðan. Jörðin svona allt öðruvísi þarna við endan heldur þá þurfti ekki svona miklar framkvæmdir til þess að grunda það hús eins og þetta hús og einhverja skýringar á því. Gerðist það kannski og bara stofnanarmennið búið að gleyma því, ég veit ekki, en ég rak augun í þetta. Síðan sé ég að öll tilboðin eru langt yfir kostnaðaráætluninni og það lagt til sem það bent á leiðir í minnisblaði Verkís að fresta framkvæmdum fari í hefðbundið útboð þar sem hönnun og verktök haldið aðskildu og bjóða verkið út að nýju eða fari í samningskaupaferli. Og þá fór ég að skoða þetta samningskaupaferli og ég ætla að taka það strax fram að ég ekki sérfræðingur í neinu svona, þannig að ég bara raun og veru óska eftir að fá einhver svör.
Og það kemur fram í handbókum opinber innkaup, sko samningskaup eru þegar kaupandi ræðir við fyrirtæki sem hann hefur valið samkvæmt fyrirfram ákveðnu ferli og semur skilmála samnings við eitt eða fleiri fyrirtæki. Og svo geta samningskaup verið tvenns konar, annars vegar að undangenginu auglýsingu eða það er víst heimilt að fara í svona án auglýsingar við alveg mjög sérstök skilyrði. En ég lít svo á þá, ég tel að þetta þýðir að ef það farið í samningskaup núna, að þá þá á við reglan undangengnu auglýsingu vegna þess að þetta var auglýst í útboð. Ok? Og þetta er heimilt með leyfi forseti, ég er að lesa beint upp úr ef ekkert lögmætt tilboð berst í almennu eða lokuðu útboði eða samkeppnisviðræðum, öll tilboð eru óaðgengileg eða þátttakendum eða bjóðendum vísa frá og svo framvegis. Og svo stendur hér, skilyrði fyrir að beita þessari heimild er að upphaflegum skilmálum útboðsins sé ekki breytt í verulegum atriðum. Slík breyting gæti falist í breytingu á samningstíma, vörumagni eða vörutegund. Og ég skil þetta þannig að það sé ekki, það er ekki að fara í samningskaup með því að gera breytingar á þessu og þá skil ég svo að vörumagni er það þetta hús og það sem er skilgreint að gera í þessu húsi. Þannig að ég spyr sko hvernig á að reyna að fá fram sparnað ef að má ekki breyta vörumagninu inn í útboðinu. Og svo kemur líka fram að samkvæmt útboðstilskipuninni sem að ég tel að hljóta eiga við hér líka í samkeppnis og með leyfi forseta, í samkeppnisviðræðum og samningskaupum að undangenginni birtingu útboðstilkynningar skulu samningsyfirvöld í ljósi þess sveigjanleika sem kann að vera þörf á og mikils kostnaðar við slíkar innkaupaðferðir hafa leyfi til að láta innkaupin fara fram í nokkrum áföngum til að fækka smám saman á grundvelli fyrirfram tilgreindra valforsendna. Það þarf alltaf að vera fyrirfram tilgreind allar breytingar, ég nota bara það orð, á þeim tilboðum sem þau þurfa áfram að ræða eða semja En þessi fækkun á svo miklu leyti sem fjöldi viðeigandi tilboða þátttakenda leiðir tryggja raunverulega, þessi samtengingar tryggja raunverulega samkeppni. Og það er líka, ég hef bara ekki punktað hjá mér þá klausu, en það er líka talað það að í þessum aðalspurningin minn er bara, er hægt að breyta einhverju vegna þess að þú átt að gera þetta í samræmi við útboðsauglýsinguna. Og þá er bara mín spurning, erum að fara að fá eitthvað annað út úr þessu en bara, og svo varðandi þessi samningskaup sjálf, að þá þarf að gæta þess mjög vel og kemur mjög skýrt fram í þessum reglum að það sé gætt jafnræðis og gegnsæis í allur upplýsingagjöf til þeirra sem er verið að ræða við. Og þá skil ég það þannig ef einhver sem er í viðræðum og spyr eitthvað sérstakt atriði, fær upplýsingur það, þá hljótu allir hinir átómatist að fá það svar líka án þess að þurfa að leggja fram spurninguna. Og mér langar bara til þess að fá svona svör við þessum spurningum mínum og kannski þessi vangavelta með vegna þess ég skila þannig að við megum ekki breyta neinu í útboðslýsingunni, kannski er það rangt hjá mér, ég veit það ekki. Hefur þetta verið skoðað, var þetta kannski allt rætt á bæjarráðsfundinum og þá bara eru menn í æfingu að svara mér líka og svo þetta gagnsæi. Ég held ég láti þetta duga í bili ef að forseti myndi vilja taka sambandi fyrir mig. Takk. Já, Haraldur Sverrisson, það er svo vel. Já, forseti, við erum að ræða hérna mál nr. 1 í bæjarráði, fundur nr. 1357, sem heitir Fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ. En það hefur komið hér fram að bæjarráð var á þessum fundi að fjalla opnun tilboða í þetta tiltekna hús sem hýsa á knattspyrnuvöll og hlaupabraut og göngubraut kringum húsið.
Það kom fram á fundinum að tvennt sem ber að vekja athygli á, annars vegar að breytingar höfðu átt sér stað á kostnaðaráætlun verksins sem stöfuðu af fyrst og fremst að tvennu, annars vegar því að það hafi verið vanáætlað af hálfu ráðgjafa Mosfellsbæjar stækkun hússins sem var annars vegar lenging og hins vegar breikkun. Hún hafði verið reiknuð þegar að það var sett inn í bæjarráð sem hlutfallsleg en það ekki rétt aðferðafræði, heldur breytist það vegna breyting á burðarþoli hússins sem gerði það að verkum að þessi kostnaðaráætlun sem var lögð fram á sínum tíma ekki rétt. Hitt sem var nefnt og bæjarfulltrúi Anna Sigríður nefndi var grundun hússins. Það hafði verið gert ráð fyrir því að það þyrfti ekki að gera neinar sérstakar jarðvegsframkvæmdir við þetta hús. Þar sem þar væri knattspyrnuvöllur þegar með gervigrasi á og það væri búið að gera þær ráðstafanir sem það þyrfti að gera til þess að grunda þetta hús, en þegar að betur var skoðað með pröfuhólum og öðru slíku og þá kom í ljós að svo ekki. Það þarf það er ákveðin hluti vallarins sem er með þannig burðarlagi, hann mun ekki bera hús á þessari þyngd eða stærð eða hvernig sem var á nú orða það, og því þyrfti að gera sérstakar ráðstafanir hvað varðar burð eða grundun þessar tiltekna mannvirkis. Mér þykir það miður að þessi mistök hafi verið gerð af hálfu okkar ráðgjafa í þessu ferli og það þarf náttúrulega að ræða það sérstaklega við það fyrirtæki í framhaldinu og því að þessir ráðgjafar voru fengnir og þetta er nú viðurkenndir ráðgjafar og stór verkfræðistofa og voru fengnir í þetta verkefni sérstaklega vegna þess að þeir voru að hanna og hafa verið að hanna svipað eða samskonar hús í öðru sveitarfélagi. En það kannski aðvísi aðstæður þar og þeir hafa kannski svona ekki alveg áttað sig á því og síðan þegar að tekin var ákvörðun eins og kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa Sveins Óskars að stækka húsið, hvað það hefði í för með sér hvað varðaði kostnað við það. Þannig að sú kostnaðaráætlun sem lá fyrir, hún því miður ekki rétt og ný kostnaðaráætlun, endurskoðuð kostnaðaráætlun lá fyrir á þessum bæjarráðsfundi og það hefur verið farið yfir það hér hvað hún innfylgur. Þess utan voru þessu tilboð sem síðan bárust í verkið mun hærri heldur en endurskoðuð kostnaðaráætlun og því kostnaður við verkið orðinn töluvert hærri heldur en upphaflega var áætlað. Þess vegna var það tillaga umhverfisins að hafna öllum tilboðum og fara svokallaða samningskaupaleið sem að lög opinber útboð heimila. Ég er nú ekki alveg viss það að það hafi einhverja sérstakar breytingar á framkvæmd áhættu verksins. Minnst hvort hefur mér ekki verið útskýrt það af sérfræðingum hér og þetta er svo sem þekkt leið. Nýjasta dæmið þessa leið er bygging gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi þar sem að Sorpa bauð út það verkefni og tilboðið það voru einhverjir milli 40 og 50% hærri heldur en kostnaðaráætlun. Þá var farið þessi leið og í því sambandi náðist niður kostnaður í ásættanlega stað þar sem að mati stjórnar SOSPU og stjórnar SSA og þá hefur síðan verið gengið frá verksamningi við Ístak á grundvelli þeirra leiðar. Það ferli tók svo 1,5 til 2 mánuði. Þetta senkar náttúrulega ferlinu einhverju leyti og það er þegar búið að senka því vegna þess að það er búið að vera að fara í gegnum þessa kostnaðaráætlun og svona þessa stöðu sem uppi er af hálfu starfsmanna hér í þessu húsi sem og ráðgjafa bæjarins. Og það var niðurstaða þeirra að þetta væri skynsamlegasta leiðin að hafna tilboðunum og bjóða þessum þeim buðu upp á þetta samningskaupaferli. Það getur náttúrulega bæði leitt til niðurstöðu eða það leiður náttúrulega til niðurstöðu, það getur leitt til þess að verði komið tillaga að semja við einhvern af þessum þremur á grundvelli þessa ferlis og það getur líka leitt til þeirra niðurstöðu að
tillagan verði svo að það hafi ekki leitt til neinar ásættanlega niðurstöðu. Þannig að það ferli á náttúrulega eftir að eiga sér stað. Það sem var nefnt í þessu sambandi til að mynda var tjald til að skipta húsinu að salnum í tvennt sem að væri skynsamlegt að gera með öðrum hætti. Það var líka talað í minnisblaði umhverfissviðs að undanskilja umhverfisfrágang hússins, þar að segja að það er þá tekið út úr þessu tiltekna tilboði. Ég gerir ráð fyrir því að það hefur verið lagt til á þeim grundvelli að það væri mögulegt innan þessara regluna sem að samningskaup kveða á og því verði þá látið á það reyna. Og tek undir það sem kom fram hjá Önnu Sigríði að svona ferli þarf að vera algjörlega gagnsætt og það kveðið á það, þannig að allir aðilar sem að þessir þrír þá var ef þeir samþykkja það að taka þátt í þessu ferli, sitja allir við sama borð og fá allir sömu upplýsingar og það sé rætt við á nákvæmlega sama grundvelli, allt sem að allar hugmyndir um standa öðruvísi að verkinu, að gera þannig með öðrum hætti sé öllum ljóst og standu öllum opið. Þannig að það heldur grundvallaratriði og hugsunin á bakvið þessa leið sem að lögin kveða á að svo sé. Annars ég er svo sem engin sérstakur sérfræðingur í útboðsmálum eða samningskaupaferli, ekki öðruvísi en það, maður er svo sem búinn að í þeim störfum bæði hér og annars staðar taka þátt í útboðum og verkefnum af þessu tagi og þessi leið ég man eftir nokkuð mörgum dæmum það að þessi leið hafi verið notuð þegar að ásættanlega tilboð eða tilboð sem er að mati þess að sé hægt að hafna á grundvelli þess að þau séu málefnalega óhagstæðar og of há miðað við þá kostnaðaráætlun sem að liggur fyrir og þá í þessu sambandi þarf þá að horfa til þeirra kostnaðaráætlunar sem að vera endurskoðuð og þau tilboð sem bónust voru mun hærri heldur meira síðan sú kostnaðaráætlun. Og það er rétt sem kom hérna fram hér í ræðustól hér áðan að það eru fleiri sveitarfélög að lenda í tilboðum sem eru mun hærri með samskonar verkefni eða svipuð verkefni eins og þetta, til að mynda Hafnarfjörður sem að fékk tilboð sem var eitthvað tæplega 40% hærra en kostnaðaráætlun í byggingu svona fjöllandahús sem var að vísu stærra en þetta en samskonar byggingaraðferð, þar að segja stálgrind með segldúk og steyptum hliðarveggjum. Þannig að það þarf svona að fara yfir þetta, en þetta getur þá leitt til þess og það mun koma inn í bæjarráð þegar þessu ferli lýkur, niðurstöður þessu hver sem hún verður og tillaga þá umhverfissviðs af því hvað verður gert til næst. En það var þess að mat allar okkar sérfræðinga þetta verður skynsamlegasta leiðin með þessa stöðu sem uppi til þess að nálgast þetta verkefni á sem skynsamlegasta hátt. Já. Næstu tökum til máls bæjarfulltrúa sem ætla að bjóða sérstaklega velkomna, Lóa Sig Jónsdóttir, út að sýta þinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Velkomin, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og eins og ég segi, fyrsti bæjarstjórnarfundur og fyrsta ræða, þannig að ég vil byrja á að nota tækifærið og þakka kjósendum traustið, það ekki hefði og gaman að vera með ykkur hérna þeim. Við erum að ræða fjölnota íþróttahús sem gengur líka undir nafninu Knatthús held ég hafi séð og mér langaði að taka þessu upp ráðina því sem hefur verið rætt hérna hingað til. Kannski í fyrsta lagi þá vil ég byrja á að segja að ég undra mig svolítið á því í ljósi þess að við höfum á nokkrum mánuðum farið úr verkáætlun sem að hljóða upp á 302 milljónir upp í 350 352 ef mann rétt sem var þá vanáætlað og réttur áætlað kostnaðar samkvæmt verkfræðistofan hefði átt að vera 550. Þetta eru skrefin sem hafa verið hjá sérfræðingum bæjarins í þessu verkefni. Síðan fáum við tilboð frá 3 verktökum sem eru á bilinu 665 milljónir til 700
og cirka 50, ég fyrir ekki að ég man ekki nákvæmlega tölunar, en þetta er á þessu bili. Og það fyrsta sem kemur upp í huga minn við þetta er ekki tímabært að staldra við þegar við erum að tala verk sem að öllum líkindum fer aldrei undir 600 milljónir, jafnvel með samningskaupum og sleppa raftegnum seguldúk í miðju húsinu, að það sé kannski komin tími til að hætta við að gera enn eina bótina í bútasaumsteppið og horfa til framtíðar á íþróttasvæðinu á Varmá. Það er alltaf verið að bæta við einni bót í viðbót án þess að horfa til 5 ára, 10 ára, 15 ára. Og ég sagði það hérna á fundi sem mörg ykkar voru niður í Hlégarði fyrir kannski rétt rúmum mánuði síðan, 1,5 mánuði síðan, að það er ekki búið að bæta við svo mikið sem einum sturtuhaus síðan að ég gekk þarna í barnaskóla þar sem ég útskrifaðist árið 1991. Þannig að ég bara velti því fyrir mér, er þetta ekki kjörið tækifæri til þess að gefa okkur örfáa mánuði? Það þarf ekki að byrja að vinna þetta algjörlega frá byrjun, við erum með fullt af forsendum til þess að halda áfram með, en að hlusta og tala við ungmennafélagið og segja, heyrðu, nú veitum við að þetta er ekki 305 milljónir eins og við heldum þegar við vorum að tala við ykkur hérna í október 2017, heldur erum við að tala að lágmarki 550 milljónir, sennilega cirka 600. Eigum við að taka okkur 6 til 12 mánuði til viðbótar í undirbúningsferli og gera eitthvað til framtíðar í samvinnu við ykkur, að minnsta kosti eiga samtalið, því að ég veit að það hefur ekki átt sér stað. Það hefur ekki átt sér stað frá því að þessi fundur átti sér stað í Hlégarði, það veit ég. Þetta er kannski númer 1. Númer 2, og ef meiri hlutin telur ekki ástæði til þess að hlusta á þau skýru skilaboð sem komu fram hann í Hlégarði, þá vil ég spyrja, hver er reynsla bæjarins hingað til af samningskaupum? Hvaða stóru verk upp á nokkur 100 milljónir hafa verið framkvæmd í bænum á undanfarnum árum með samningskaupum og hvernig hafa þau gengið? Hver er niðurstaðan í þeim málum? Hafa þau á endanum kostað bæinn minna heldur en útboðunum sem var hafnað? Þetta myndi ég gjarna vilja vita. Annað, ég veit alveg hvað lög og reglur opinber útboðskaup segja þegar það kemur á útboðum á Evrópska efnahagssvæðinu. En nú er bara staðreyndin svo, eins og hefur komið fram á hérna áður, að það er uppgangur í samfélaginu og verktakar hér á landi hafa bara feiki nóg að gera. Og er þá ekki einmitt kjöraðstæðurnar til þess að fara í útboð á Evrópska efnahagssvæðinu og bæði þannig gera best fyrir skattgreiðendur, spara þeim krónur og aura og veita þá nauðsynlegt aðhald þeim sem eru að starfa hér. Því að það var allir gott að samkeppni. Ég veit ekki betur en að það sé bara ein af megin möntrum frjálslyns samfélags að hafa virka og góða samkeppni á jafnræðisgrundvelli. Og ég hef ekki getað séð, og eftir því sem ég hef best fengið vitað frá mínum bæjarfulltrúa sem var á þessum bæjarráðsfundi, að það séu fullnægjandi útskýringar á því hvers vegna þetta hefur ekki einu sinni verið athugað, þessi leið að fara í þetta opinbera útboð á Evrópska efnahagssvæðinu. Það að þetta hafi ekki gengið nógu vel eða ekki verið svarað í önnur skipti bara kemur málinu að mínu viti ekki við, það má reyna þetta aftur. Og þá myndi ég líka vilja nefna það sem að bæjarstjóri sagði hérna áðan varðandi framkvæmdar ábyrgð. Já, þá er eins gott að vanda sig í samningsgerðinni ef að ábyrgðin á ekki að falla á bæjarfélagið. Því að ég veit ekki betur heldur en að við sögum hérna nokkur fordæmi þess að það hefur ekki farið alveg nógu vel fyrir bæinn þegar að það kemur að ábyrgð. Já, því megið alveg eitt að öxla við því, en
En það hefur, og ég ekkert endilega bara að tala samningskaupamálum, skilur, það þarf bara að vanda vinnubrögð til þess að bærinn sé ekki lenda í óþarfa kostnaði. En það kannski kemur inn í það, ég vil gjarnan fá að vita hvaða samningskaup hafi verið gerð sem hafa komið betur út fyrir bæinn og ég að tala hérna á þessari stærðargráðu og á þeim sömu forsendum þar sem að öllum útboðum hefur verið hafnað og farið í samningskaup. Og það allt í lagi að svara þessu næst ef það þarf tíma til að vinna þetta. Því að ég vil vera vissum að við séum að fá hérna sannar og réttar upplýsingar. Takk fyrir mig. Stefán Ómar, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa langa tölu þetta sem hefur komið hérna fram en tek svona bara almennt undir það sem hér hefur verið sagt í þessari pontu undir þessu máli að við skulum fara varlega, við skulum vanda þetta mjög og passa það að lenda ekki í öngstræti með eitthvað af þessu í þessari samningskaupaleið og við skulum þá bara sjá til hvers það leiðir eins og var sagt hérna áðan að þá kemur það inn til bæjarráðs þegar að því lokið að minnstakosti og þá sjáum við bara hvert það færir okkur. En ég vil nú grípa kannski niður hérna í það sem að bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir sagði hérna í sinni ræðu sem sagt kostnaðinn, kostnaðaráætlunina og síðan endurskoða kostnaðaráætlun og síðan þessi háu tilboð. Og við heyrðum það á fundinum niður á Hlégarði daginn, ungmennafélagsfundinum að það margt sem þarf að taka til hendinni á varmársvæðinu. Ég held að við vitum það öll og við höfum öll fylgst með því og öll heyrst það. Og við heyrðum eindregið ákall það að það verði bætt úr. Þannig að ég velti þessu líka fyrir mér og hafði gert það áður en að bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir stigi í pontu og talaði þetta akkurat svona. Þá var þetta búið að koma í minn huga hvert að væri kannski bara allt í lagi að doka aðeins við, eiga samtali við ungmennafélagið þetta og líka þá kannski að leyfa tímanum aðeins að telja vegna þess að það mikil spenna á verktakamarkaðinum og hefur verið en það kynnu að vera að teikna á lofti núna að það gæti kannski farið að slotta og þá ég bara að tala fréttir sem maður fær og síðast í gær að menn séu að hætta við 160 herbergja hótel og Suðurlandsbraut og svo framvegis. Þannig að það gæti verið að þessu sé að slotta og það segir í hagfræðinni að opinberir aðilar að þeir kannski eigi að halda að sér eins og hægt höndum meðan að mikil þensla á markaði en koma inn þegar að einkageirinn slakar á og koma þá inn og þá væntanlega njóta betri kjara. Þannig að ég tek nú undir þetta og held að það væri kannski bara alveg þjóðráð að eiga þetta samtal ungmennafélagið. Og líka ég man ekki betur en að þegar að gervigrasvöllurinn var byggður á sínum tíma að þá allavega í orði beitti þáverandi bæjarstjóri sér, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, mjög fyrir því að yrði farið í jarðvegsskipti í kringum völlinn til þess að vera tilbúnir með að svæði væri tilbúið til þess að taka við yfirbyggingu því að það var strax á þeim tíma rætt að einhver tíman í framtíðinni yrði byggt yfir völlinn. Þannig að þetta svona eitt sem kemur líka upp í hugan í öllu þessu sambandi hvert að það hafi verið skoðað og hver kostnaður væri við það versus þetta knatthús sem í umræðinu núna en sem sagt hvað það ég vona þá bara að þessi samningskaup fari vel og bæjarráð og þá væntanlega bæjarstjórn fær það til úrlausnar þegar það liggur nánar fyrir en ég tek undir það að ég held að væri gott að eiga samtal við ungmennafélagið og þetta bara þannig að það þarf að forgangsraða. Það hefur verið kallað mjög sterklega eftir endurbótum á þeim mannvirkjum sem þegar eru og klára þau mannvirki sem þegar eru á varmársvæðinu. Þannig að ég segi bara þá við ungmennafélagið, þið verður þá stíga fram líka og segja okkur skýrt hvernig þið forgangsraðið
og hvert að þetta væri hugsanlega í stöðunni, að minnst kosti doka kannski þá aðeins með knatthúsið en fara í nauðsynlegar endurbætur á þeim byggingum sem þegar á svæðinu. Takk fyrir. Haraldur, gjör svo vel. Já, forseti, aðeins tilur þessa verkefnis. Það nú búin að eiga sér töluverðan aðdraganda. Var settur hér upp starfshópur bæjarstjórnar og ungmennafélagsins afturheldingar þetta verkefni, eða verkefnið að byggja fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ, og voru ýmsir kostir skoðaðir, bæði á varmasvæðinu og öðrum svæðum. Til að gera langa sögu stutta þá þessi leið, þar að segja að byggja þessa stærðarhúsi samkvæmt óskum og forgangshögun knattspyrnunefndar afturheldingar sem að hefur hlotið brautargengi þá hjá aðalstjórninni og hefur verið send hingað til bæjarins sem þeirra ósk að hvernig að þessum tilteknum málum verður staðið, og það verður að horfa á þetta með þeim hætti að knatthúsið eða fjölnotahúsið ekki eina framkvæmdin sem að afturheldingu hefur áhuga á að framkvæma á þessu svæði, heldur hluti af stærri áætlun. Fyrst og fremst snúast þarfir afturheldingar hvað varðar knattspyrnuna fleiri fermetra í gervigrasi. Í dag er stóri gervigrasvöllurinn, eini gervigrasvöllurinn á svæðinu, síðan þessi litli sem orðinn barns síns tíma og raun og veru ónotaður, hefur verið það nokkur tíma, og svo sjálfur aðarleikvangurinn á Varmá. Framtíðarsýn knattspyrnudeildar til næstu 10 til 15 ára, því menn vorum að tala hér í árum, svo að þetta hús byggt í þessari stærð. Það var upphaflega hannað aðeins minna, frumhönnunin, og þá komu athugasemdir frá ungmennafélagi afturheldingu að það þyrfti að stækka, bæði aðeins lengjast og breikka til þess að uppfylla þeirra þarfir keppni í sjömannabolta og slíku, og sem æfingasvæði og hús fyrir félagið. Þeir leggja síðan áherslu á það að það verði breytt á aðalvellinum, grasvellinum, að hann verði sett gervigras, og að það verði byggð stúka og búningsklefar á svæðinu. Þetta framtíðarsýn félagsins. Á hana verið að hlusta, að vera að fara eftir því sem að félagið, ungmennafélagið, hefur beint til bæjarins framkvæmdir hvað þessa hluti varðar. En það breytir ekki því sem að alveg hárrétt og hefur hér fram komið, en það ekki einu framkvæmdir sem þarf að eiga sér stað á Varmá. Það líka verið að kalla eftir fleiri atriðum eins og betri félagsaðstöðu eða félagsaðstöðu, og ég var að nefna þessa búningsklefa og svo framvegis, og það hlutur sem við þurfum hér í bænum að halda áfram að vinna að, og höfum alveg tækifæri til næsta árum að gera. En þannig að ég vil mótmæla því að hér sé verið að þetta sé einhver bútasaumur. Þetta eru áform og áætlun sem að hefur verið sett saman af þeim sem stunda sína íþróttir og eru að halda utan þessa starfsemi. Og ég held að þetta sé mjög skynsamleg leið, þar að sé að byggja þetta hús með þessum hætti, þessari stærð, og þá að halda þá áfram á þeirri braut sem að fram kemur í þessari stefnumörkun, að bæta þá aðstöðu þessara tilteknu íþróttagreinar á þessu svæði. Og það kom líka fram í þessari áætlun og þessari stefnumörkun félagsins að þetta tæki einhver ár. Fyrsta skrefið væri að fá þetta tiltekna hús að þessari gerð á þessum stað til þess að annars vegar að fjölga fermetrum í grasi, gervigras á svæðinu, og að það væri, þegar þannig aðstæður eru, sem nú yfir vetrartímana á þessu ágætarlandi, hægt að æfa inni, undir þakki. Þannig að þær fullyrðingar sem hér hafa haldið fram eða hafa ekki verið hlustað á félagi, það náttúrulega á ekki verið rökast við því að það var haft mjög mikið samráð á öllum stigum þessa máls við félagi þessa tilteknu ákvörðun og þessa tilteknu framkvæmd.
það með þeim hætti. Það var spurt hér sko samningskaup, sko samningskaupaferli, þótt að það sé gjarnan notað í útboðsmálum svona gegnumsneitt, eins og dæmið sem ég nefndi hér áðan gas- og jarðgerðarstöðina í Álfsnesi sem að Sorpa bauð út sem svona tæplega 4 milljarða króna framkvæmd. Það er nýjasta dæmi sem ég man eftir í opinberum innkaupum þetta ferli, og það heppnaðist vel. Þá held ég að það hafi ekki verið oft sem það hefur komið upp á hjá Mosfellsbæ. Ég minnir þó að þegar að íþróttamiðstöðin við Lágafell var boðin út, annars vegar í einkaframkvæmd og hins vegar í eigin framkvæmd, það voru 2 möguleikar, að þá hafi það endað með samningskaupaferli. Mér minnir það, en það er aldrei langt síðan, það var árið 2005, en það var örugglega hægt að grafa upp einhverju upplýsingur og slíkt fyrir Lovísu, en ég hef það minnst ekki betur og takt en með þetta á þessum tímapunkti. Hvað varðar evrópska efnahagssvæðið, að þá eru útboðsreglur þannig ef að kostnaðaráætlun verka fer yfir ákveðna upphæð, að þá ber að auglýsa slíkt á evrópska efnahagssvæðinu. Það hefur verið gert til dæmis hér í Mosfellsbæ. Helgavíkurskóli var auglýstur á evrópska efnahagssvæðinu, hann var þeirri stærðargráðu. Það kom reyndar ekkert einasta tilboð frá neinum evrópskum aðilum eða erlendum aðilum. Gas- og jarðgerðarstöðin var auglýst á evrópska efnahagssvæðinu. Kom heldur ekkert tilboð, en það er ekki sko einhver skýring á því að það eigi ekki að gera svona hluti, auðvitað á að gera það þegar reglurnar kveða á það, en mér er það til efs að framkvæmd á þessari stærðargráðu, hvort sem hún er 500 milljónir eða 600 milljónir, sé má sletta aðeins attraktív fyrir erlenda aðila að koma hingað og framkvæma og flytja inn vinnuafl og eitthvað slíkt, búa til vinnuaðstöðu, búa til infrastruktúr fyrir framkvæmd á þeirri stærðargráðu. Það er sjálfsagt ástæðan fyrir því að þessar tölur eru hafðar í viðmiðunum, að það þarf að vera raunhæfni á slíkum málum. Þannig að ég var við því að menn séu svona að ímynda sér eða halda að slíkt muni endilega kalla á hagstæðari tilboð hvað það var. Það er rétt sem kom fram hjá Stefáni Ómari að þegar að gervigrasvöllurinn stóri var byggður, þá var hann einmitt grundaður þannig að það var hægt að byggja grundurinn var sem sagt náðu út fyrir sjálfan völlinn, þannig að það var hægt að byggja yfir þann völl. En það var einmitt ein af þeim stúdíón sem voru gerðar í þessari vinnu, þessum starfshópi sem var hér á störfum og síðasta kjörtímabili, hvað varðar að einmitt að fara yfir þessa möguleika, og það svona lá í loftinu á tímabili að það yrði gert, það yrði byggt hús einmitt yfir þann völl á grundvelli þeirrar framkvæmdar í einkaframkvæmd, því að sú framkvæmd það dýr og það kostnaðarsöm að það var mat manna að það var ekki skynsamlegt fyrir bæjarfélagi að ráðast í hana miðað við stærð þess á þessum tíma, og einkaframkvæmdin snýrist það að bæjarfélagi leigði þá ákveðið hlutfalla tímum í húsinu til þess að sem væri þá fyrir ungmennafélagi afturöldingu til afnota. Það var farið yfir þessa kostnalla saman, þeir reiknaðir út og farið yfir þá, en þetta var sett samt niðurstaðan og að gera þetta með þessum hætti, og það var fyrst og fremst vegna óska og stefnumörkunar ungmennafélags afturöldinga þar að lútandi. Og frá mínum bæjandurum séð, menn getur svo verið ósammála því, mér og einhverjum öðrum sem verður sammála mér og þá vantarlega þeim sem bjuggur til þessa stefnumörkun og hálfi ungmennafélagsins, mér finnst skynsamleg. Mér finnst þetta skynsamleg leið á þeim stað í því þróunarferli sem sveitarfélagi núna. Það þýðir ekki það að eftir einhver tíma, þetta verður ekki síðasta íþróttahúsið eða síðasta knatthúsið sem verður byggt í Mosfellsbæ. Mosfellsbæ áttur að verða fullbyggður kannski 40.000 manna bæjar, og það þýðir það einhver tímann
innan einhverja ára þarf að ráðast í aðra framkvæmd sem að þjónar þá bæjarfélagið eins og það verður þá og það verður þá taka mið af því hvernig þróun og sterkum bæjarfélagið sem eiga sér stað, en aðalskipulagið eins og ég þekki gerir ráð fyrir því að bæjarinn getur orðið ansi stór. Ég held að þá munum við velta fyrir sér einhverjum öðrum stað en Varmá. Hugsanlega vestursvæði, ef Blikastaðar, ef næst einhvern tímann einhverju samningar að byggja upp Blikastaðarlandi, þá verður það ansi stóra fjölmenn byggð, svona nánast tvöföldun á Mosfellsbæ eins og hann er í dag. Og þá er ekki óeðlilegt að því svæði verði annað íþróttasvæði sem að þjónar þá, hvort sem það er sama íþróttafélagið eða eitthvað annað íþróttafélag. Það er svo bara einhver önnur akademísk spurning að þar til að mynda verði byggt annað íþróttasvæði og ég segi endurtek það sem ég sagði að þetta hús er ekki endirinn á framkvæmdum hvað varðar framkvæmd til íþróttamannvirki eða knattspyrnumannvirki í Mosfellsbæ. Ég segi þetta sem frekar byrjunin og mér finnst þetta að vera góð byrjun, skynsamleg ákvörðun og við eigum að vinna þessu með þessum hætti að mínu viti, fara eftir ráðleggingum okkar sérfræðinga, athuga hvort þetta samningskaupaferli neyður okkur til skynsamlegrar niðurstöðu. Það getur vel verið að það síðan komi í ljós að því miður þá verði það ekki og þá þurfum við að hugsa málið upp á nýtt. En það liggur á fyrir íþróttaiðkendur í bænum að fá þessa aðstöðu sem eins fljótt og hægt og ég held að það sé okkar verkefni að gera það, en þá líka eins og hér hefur verið bent á og að það sé gert með skynsamlegum hætti og við förum vel með skattfé okkar skattborgara og vöndum okkur og reynum að gera þetta skynsamlega og vel og hægt samkvæmt þeim aðstæðum sem við erum að búa núna og það er náttúrulega sjálfsög okkar markmið. Sveinn Óskar, þú næstur að mælda gjör svo vel. Forseti, já ég þakka fundamönnum sem hafa komið fram og lofu sér sérstaklega til hamingju með fyrstu ræðina. Nú, ég renndi yfir fundagerðir frá 2014 og fyrir hluta þess kjörtímabils var ekki rætt annað en fjölnota stórt íþróttahús. Og þá er spurningin hvort að sérfræðingarnir hafa ráðlegt að þetta minnka það helming eða hvað kom svo beiðni. Það var allavega mjög aktív umræða stórt fjölnota íþróttahús sem er orðið knatthús í dag en kallar fjölnota íþróttahús samkvæmt dagskránni jafnvel hér og bæráði. Nú, það var rætt hérna þróun íþróttasvæðisins að Varmá. Ég mun ekki setja mig á móti einu eða neinu hvað varðar væntingar afturrættingar og ég held að það geri það engin bæjarfulltrúi. Og ætli engin bæjarfulltrúi að mæla því bót að ganga gegn vilja íþróttahreyfingarinnar. Alls ekki. Það virðist stundu vera látið það í veður vaka að þeir sem er ekki sammála sumum hlutum séu þó ekki heldur sammála stefnu afturhaldingar í þessum málum. Það er ekki rétt. Það sem er rétt er að við viljum tryggja hagsmuni skattgreiðenda og gæta að fjármunir nýtist vel svo hægt sé til dæmis að nýta þau í aðra hluti eins og viðhald við Varmá ef að þau nýtast vel. Þannig að það gengur allt saman í því efni að það fer saman sem sé að gæta fjár og gera betur. Það viljum við gera. Og ég tel að samningskaupa leiðin sé eiginlega síðasti kostur. Það skiptir heldur engum máli hvort að það sé verið að gera það á jarðgerðarstöð út í bæ. Það skiptir bara máli hvað er verið að gera hér þau verkefni sem varða þetta byggðarlag. Það er sjálfsagt að minnast á það, sjálfsagt mál. Eins og þéttingu byggðar þegar átt að þétta hérna byggð á sínum tíma og hefur verið gert. Nú, samningskaupin eru einfaldlega þannig að áhættan á verkinu, og það þarf engan sérfræðing til þess að mæla það út, færist yfir á sveitarfélagið. Þessi verk áhættan.
og þá samningsstaðan þannig að hún snýst við þegar kemur að göllum. Verktakinn beinir aukaverkunum og tilsvarandi það sem kallast eiginlega tjónabótum eða dagsektum eða öðru slíku að viðkomandi aðila sem að biðja aukaverk ef að það ekki greitt og svo framvegis og selja það út á útseldri tíma og svo framvegis. En þetta hægt hægt að semja. Við erum jafnframt að tala það að þegar þú ert með verktakasamning að þá ert þú að semja við verktakanum að uppfylla skilyrði útboðsins. En eins og kom hérna fram hjá fulltrúa S-lista, þá spurningin hvernig þessi samninga munu verða gerðir og hvort að þessi magn hluti verði þá sá sami fyrir og eftir samningagerð eða í samræmi við útboðið. Varðandi ráðleggingar frá sérfræðingum bæjarins, þá var það ráðlegging í minnisblaðinu að bjóða hlutina út líka í hlutum. Það ekki tekið sú ábending. Þannig að mér finnst alveg skoðandi að athuga það mál og hugsanlega, ef það viðhaldshlutir þarna inni, hvort það sé hægt að stækka verkefnið og reyna að ná þannig hagræðingu í heildarþróun á svæðinu. Nú, varðandi húsnæðið og nýtingu þess inn í tíman, að þá hafa þeir sparksérfræðingar sem ég hef aðgangað sagt til dæmis að það sé ekki hægt að æfa ákveðin langspörk í knattspyrnu innan þessa hús. Það ekki hægt. Það það lítið. Og ég hef átt viðræðu við og hlustað á fyrirlestara frá fulltrúa Breiðabliks þá árangur sem þeir hafa náð í kjölfar þess að hafa byggt stærri íþróttahús og þannig geta alið upp knattspyrnumenn sem skila þá svokallum uppeldistekjum til viðkomandi félags. Bæta þannig sjálfbærni viðkomandi íþróttafélags. Svo einnig ritgerðir á vefsetri háskólasamfélagsins mikilvægi slíkra fasteigna. Einnig hefur það verið rætt innan vébanda afturheldingar að það verið að tappa af innanhús rýmum hjá afturheldingum með því að byggja þarna. Þannig að aðrar íþróttagreinar fá þá pláss innanhús og meiri tíma. Svona hús, það spurning hvort þessi búið að meta það, hvað það muni duga langt miðað við áform uppbyggingu sveitarfélagsins. Það sem skiptir miklu máli í þessu samhengi ekki aðeins að taka upp þetta mál og ræða við afturheldingu. Það eru fleiri mál sem þurfa að ræða við afturheldingu en þetta, eins og kom hérna fram varðandi viðhaldi og varðandi samning sem óundirritaður, varðandi langtíma samning við sveitarfélagið. Þannig að mér finnst svona, ég segi bara ábyrgðarhluti að skoða ekki aðra kosti eins og til dæmis að fara aftur í útboð verkið og stækka þannig það svæði sem við höfum kost á að bjóða þetta út á eins og Evrópska efnahagssvæðið. Og varðandi það útboð sem hefur farið út á Evrópska efnahagssvæðið, þá spurningin líka svo hvort að einfaldlega textinn hafi verið þýddur á ensku. Maður þekkir þó ofta menn setja inn á vefinn hjá Evrópska efnahagssvæðinu íslenskan texta sem náttúrulega ekki eins attraktiv fyrir þessa aðila heldur en að fá þetta á ensku einnig til þess að auka kostin okkar fyrir skattgreiðendur á fleiri aðilum sem bjóða í. Það eru fjölmargir verktakar tilbúnir að vinna á Íslandi. Við vitum það. Og þess vegna skiptir máli
og við horfum til þess að nýta alla þá kosti sem í boði. Mér þætti vænt að forseti beðið fundamennum að vera ekki að tala sín á milli á meðan ég held ræðuna svo. Takk fyrir mig. Já, nú eru 2 á mælaskrá og Lóvísa næst. Svo legg ég til að við förum að stytta umræðum þetta fyrsta mál. En Lóvísa, gjör svo vel. Takk fyrir, forseti. Þetta mjög stórt mál sem að hvílir á fólki í bænum, þannig að ég ætla að leggja það til að við bara klárum umræðina og þannig að það sé allir sáttu við að vera búin að fá að segja allt sem þeir vilja segja. Það er líka mikilvægt. Nokkri punktar bara til viðbótar við það sem ég sagði áðan, fyrsta lagi sem ég glemdi að segja áðan. Það varðandi þessa tillögu umhverfisvið að fara í samningsköp. Það engin rökstuðningur fyrir þeirri ákvörðun. Engin efnislega rökstuðningur og mér finnst eðlilegt þegar að það verið að leggja svona til við bæjarráð og lagt fram í bæjarstjórn að það komi fram skriflegur efnislegur rökstuðningur hvers vegna þessi kostur betri heldur en hinn kosturinn sem að verkfræðistofan nefndi. Þetta má vel vera að þetta sé einfalt, þetta bara fagleg og ábyrg vinnubrögð að það komi skýrt fram á hverju ákvörðunin byggð í anda gagnsæis. Þá vil ég líka benda á, í framhaldi af því sem að Haraldur var að svara mér hér áðan samráð við afturheldingu, að uppsetninginu kerfi bæjarins þannig að varabæjarfulltrúar hafa ekki aðgang að öllum skjölum máls ef að þau eru skilgreind þannig að þau tilheyri nefnd en ekki bæjarráði, og þessa útskýringu fékk ég ekki fyrir 50 mínútum fyrir þennan fund. Þannig að ég til dæmis hafði bara ekki aðgang að öllum skjölum sem ég verð að gera athugasemd við. Vegna þess að varabæjarfulltrúar eiga að geta komið inn á fund með nánast engum fyrirvara og hafa aðgang að öllu. Og við eiga ekki að þurfa að stóla á það að senda beiðni tímanlega til embættismanna bæjarins eða geta haft samband við minn aðal bæjarfulltrúa sem gæti verið bara vant við látin og geta ekki svarað. Þannig að það kannski bara svona formsatriðisins vegna ágætt að koma því strax á framfæri. En þá vil ég byrja líka á því að leiðrétta það að ég var ekki að segja að það hefði ekki verið haft samráð við afturheldingu. Ég var að hvetja til þess og spyrja hvort ekki væri tímabært að staldra við og taka upp þráðinn vegna breyttra forsendra. Og það sem hvort sem það var óvart miskilið ekki, þá ætla ég bara að hafa það alveg skýrt. Mín tillaga sú að þar sem að kostnaður við verkið nærri því að tvöfaldast, þá legg ég það til að við förum tilbaka og skoðum málið frá víðari sjónarhorni í samræði við afturheldingu. Ég veit og hef séð framtíðarsýn knattspyrnudeildarinnar, en UMFA samanstendur af 11 deildum og það þarf að hlusta á óskir þeirra allra þegar það verið að tala framtíðarsýn UMFA, ekki bara knattspyrnudeildarinnar. Og ég ætla að taka það sérstaklega fram að ég stil það heils hugar að við byggjum upp framúrskarandi og bestu mögulegu aðstæðu fyrir knattspyrnudeildina sem og allar deildir. En við verðum að hafa einhverja framtíðarsýn fyrir allt svæðið, ekki bara knattspyrnudeildina, allt svæðið, allar deildirnar, forgangsraða verkefnunum þar eftir í samvinnu við afturheldingu og bregðast við eftir því hvað áríðandi. Og í þessu sambandi kannski vert að taka upp mál sem var tíðrætt hérna í maímánuði og við áttum að liggja fyrir skýrsla 31. maí og það ástandið á gólfum í núverandi byggingum afturheldingar. Núverandi mannvirkjum íþróttafélagsins. Þetta eitthvað sem við höfum ekki séð og væri kannski ágætt að þó að við
það falli ekki beint undir þessa umræðu, en þetta er svona einn af þessum punktum sem er hægt að segja, þetta kallar líka á það að við kannski tökum eitt skref aftur á bak í samræði við Aftureldingu og tölum það, tölum við þau, tölum þetta hús, gólfin, samningin, allt saman. Það var það sem þið lofuðu það að þið ætlaðu að gera á þessum fundi, öll sömul. Útboð á EES-svæðinu, ég veit vel að það eru ákveðin lög og reglur sem kveða skyldu til þess að gera það á ákveðin tímapunkti, en það er ekkert sem bannar það að gera það þó að útboði séu upp á 20 milljónir. Bara við megum setja öll útboð þarna ef við viljum það. Þetta er bara spurningin vilja. Og svo vil ég líka kannski benda bæjarstjóra á að byggingin á Fimleikahúsinu árið 2013 var samningskaup. Takk fyrir mig. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú næst, gjör svo vel. Já, forseti, við erum að ræða hér mál númer 1 í fundargerð bæjarráðs frá síðasta bæjarráðsfundi og við erum að fjalla þann vanda sem við stöndum frammi fyrir að öll tilboð í knatthúsið hafi verið á há, okkur leist ekki á blikuna. Þetta er vandi víðar eins og fram hefur komið og búið að lýsa hér af hverju er. Við vitum ekkert, svo sem við horfum ekki kristalskúluna til að skoða það hvort að það sé eitthvað að fara að lækka í köllunum í góðærinu. Og svona þessu ástandi sem að, þessu mikla uppgangi sem að nú er í gangi. Við stöndum fram fyrir því núna og málið sem við erum fjallum núna er að við ætlum að hafna öllum tilboðum og öllum tilboðum hafnað í knatthúsið. Næsta mál er að dagskrá er að kanna þessa leið. Kanna það. Hvernig, hvort að okkur, hvort við fáum lægri tölur ef við förum þessa samningskaupa leið. Við höfum góða reynslafinni, nýlega, mjög góða, þannig að það var ákveðið að prófa og kanna og ræða við þá sem að buðu lægst og fara í þessa svokölluðu samningskaupa leið. Þar verður fundað með þeim sem að buðu lægst og skoða hvort hægt sé að lækka enn frekar, hvort að menn sé eitthvað að minnskilja eða hvað er í gangi, af hverju var boðið svona hátt í verkefnið og það er eðlilegt að svo sé spurt. Ef ekkert kemur út í því, eða hvað sem kemur út í því, þá kemur það aftur fyrir bæjarráð og á endanum tekur bæjarráð síðan ákvörðun það hvort að við okkur hugnast það að fara samningskaupa leið eða ekki, eða hvort að verður tekin allt önnur ákvörðun. Það er það sem við stöndum fyrir núna, það er það sem við erum að ræða núna. Væntanlega er byrjað að tala við þá sem buðu lægst, síðan fáum við minnisblað sem var lagt fyrir bæjarráð, sem að það sem við... Það verður talað alla, já, og síðan fáum við minnisblað að sjá hvað kemur út í því. Það er það sem við stöndum fram fyrir núna. Ábyrgðin er alltaf verktakans, ábyrgðin er ekki að falla á bæinn eins og, við erum ekki að opna eitthvað tekka hér á bæinn eins og fólk hefur svolítið látið væri vaka, það er ekki rétt. Þannig að þegar við erum búin að tala við alla, ég tek það aftur skipt fram, þá við tölum við alla, þá sjáum við hvort okkur hugnast það sem er í boði eða þá við gerum eitthvað allt annað. Það er það sem við erum að tala um núna. Allt samráð við Aftureldingu er allt annað mál, en ég skil það alveg að við séum að kannski að opna það að tala við það aftur, en við erum til dæmis búin að ákveða það að stofna svona formlega samráðsvettvang við Aftureldingu. Það er mjög mikilvægt að það sé gert og Afturelding er risastórt tómstundafélag, íþróttafélag hér í bæ sem við eigum að vera í miklu meira samtali við, en það hefur bara ekki alltaf gengið vel. En það verður formgert núna á þessu kjörtímabili, formlegu samráðsvettvangur, það er mjög mikilvægt. En þetta er samt sem áður niðurstaðan úr því samtölum sem við áttum við Aftureldingu var þetta það og niðurstaðan var svo að það vantaði fleiri fermetra. Og við erum ekki að tala um það núna, við erum að tala um þessi tilboð sem bárust í knatthúsið og þau verkefni sem við stöndum fram fyrir núna. Þetta er staðan. Það verður rætt við þá verktaka sem bauðu í, við bíðum eftir minnisblaði og sjáum hver næsta skref verða. Takk fyrir. Já, og einn bæjarfulltrúi beðið orðið í 3. sinn
En það segir nú í samþykki bæjarins að í 15. grein G-lið að sem heitir hver má tala að það sé bæjarstjórnarmaður má tala tvisvar í hverju umræðu máls. Það bara leiðrétt. Já, það það, við lesum það áfram. Heimilt þó bæjarstjórnarmann að taka ofta til máls til að bera sér ámæli eða til að gera stutta athugasemdir fundarstjórn forseta. Þannig að við myndum þá flokka þetta undir það og sért að bera þig ámæli, Sveinn Óskar eða hvað. Ámæli voru á. Það þarf að breyta samþættunum. Þetta er ekki ámæli, Bjarki. Ég segi það að það ég hef vendur að segja ósatt. Já. Bera ámæli. Ámæli þýðir óvítur, aðfinnslur, umvöndun. Þú telur að það hefur verið bornar á þær einhverja. Ég ætla að gefa ráðið hérna núna í 3. sinn. Þeir eru stutta athugasemd eingöngu það. Forseti, það var sagt að ég hafi sagt ósatt það að verkáætlan flyst yfir á sveitarfélagið. Það er rétt, enda var það sagt af hálfu viðkomandi sérfræðinga bæjarins sem mættu á bæjarráðsfund í vottaviðust á fundunum sem við fjöllum hér. Takk fyrir. Haraldur, þú er beðin orðið. Þetta er rangt. Fyrsta lagi sögðu sérfræðingar að starfsmenn bæjarins þetta ekki á bæjarráðsfundi. Og öðru lagi þá er þetta misskilningur hjá bæjarfulltrúanum að verkáætlan breytist eitthvað við samningssköpunarferli. Það gerir það ekki. Samningsskilmálar eru þeir sömu sem á verktrygging verktaka. Þannig er það í þessu tiltekna ferli. Þetta er útúrsnúningur. Ég er ekki með neitt útúrsnúning. Höldum fundarforminu. Og biðum að það sé ekki gripið farmið fyrir mér. En ég hefði bara hér til að mynda meðan ræðuhöld hérna stóð yfir sambandi framkvæmdastjóra umhverfisins og hún staðfesti þetta. Þannig að ég held að það sé einhver misskilningur hér á ferð. Ég er ekki ætla mönnum að segja hér ósatt, heldur kannski frekar að það sé að ræða misskilning. Stefán Ómar, þú gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ef ég hjó rétt eftir hérna áðan að þá nefndi bæjarstjóri að það hefði verið gerð ítarleg úttekt á annars vegar þessu hálfa húsi, knatthúsi og svo á heilu húsi sem satt yfir það sem búið var að grunda hérna á sínum tíma og svo framvegis. Þetta er bara frábært. Myndi gjarnan vilja fá aðgang að þessari skýrslu, þannig að við getum bara kynnt okkur hana, það er bara mjög gott að geta gert það. Bæjarfulltrúi Kolbrún kom hérna, ef ég tók rétt eftir áðan, að þá sá hann að það væri búið að forma formlegan samráðsvettvang við með það. Og það er bara fínt, ef það er eitthvað inn í framtíðina, þá er það bara fínt og gott að koma því á. Því ég held að við svona stórt og mikið félag eins og ungmennafélagið, þá þarf að vera lifandi díalógur. Ég hef nú litið svo á að íþrótt- og tómstundunefnd væri nú kannski þessi vettvangur, en ef menn vilja stakka hann og efla, þá er það mér ekki móti skapi að svo verið gert og við eigum þá öll bara góða aðkomu að þessum vettvangi, þannig að við getum komið þar fram sem heild bæjarstjórnin. Kolbrún bæjarfulltrúi nefndi hérna líka góða reynslu af samningskaupum ef ég hjó rétt eftir. Það er kannski gaman að fá að vita hver þau eru bara því að umræðin hefur svolítið snúist núna samningskaup og eins líka að ef ég tók rétt eftir í bókun bæjarráðs þá er það bara að fara í samningskaup en ekki skoða þau eins og mér fannst koma fram í máli hennar. En það verður þá bara leiðrétt ef ég tekið eitthvað vitlaust eftir en sem það fá skýrsluna og formlegu samráðsvettvangur inn í framtíðina, bara fínt mál en eins og ég sagði hérna áðan þá held ég að við höfum að taka díalóginn strax við ungmennafélagið. Það er margt sem brennur á þeim, tökum hann bara strax, gerum hann bara saman. Þetta er ekkert, í mínum huga, þetta er ekkert vinstri, hægri eða minni meirihluti, þetta er bara ungmennafélagið okkar, tökum bara samtalið.
með þeim. Það bara held ég langbest. Og svo reynslan af samningsköpum. Takk. Haraldur, Gjörsvel. Bara að bregðast við þessu, sko, bara til þess að segja misskilningur það að það var sem sagt, ég reyndi að koma inn á það áðan, en það var kannski langt mál hér að fara yfir þá vegferð alla, en það var sem sagt starfshópur af störfum á síðasta kjörtímabili sem ísátu fulltrúar og bæjarstjórn og fulltrúar Aftureldingar sem og embættismenn bæjarins og VFS og ráðgjöf sem voru að fara yfir samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar möguleika á byggingu fjölnota íþróttahús í Mosfellsbæ. Það alveg sjálfsagt og ég held reyndar að þessi skýrsla sé nú eftir að niðurstaða starfsins sé nú eftir á vefnum, en það alveg sjálfsagt og eðlilegt að koma henni til nýrra bæjarfulltrúa bara með tölvupósti eða einhverju slíku, og ég held að það verði þá rétt líka að því fylgdi þá síðan sem að kom þá í kjölfarið á þessari vinnu stefnumörkun Aftureldingar, knattspyrnudendra Aftureldingar uppbyggingu á knattspyrnusvæðum með knattspyrnu aðstöðu að Varmá, og svo sé ekki viðstilningunum það heldur, það var ekki sent hingað af knattspyrnudeild, heldur var það sent hingað af ungmennafélaginu Aftureldingu. Það að segja að búið að taka það fyrir á aðalstjórnarfundi og formannafundi Aftureldingar, og þetta var sem sagt forgangsröðun félagsins á þessum tilteknum mannvirkjum hvað þetta varðaði. Þannig að enda eru verklagsreglur samskipti sveitarfélagsins og ungmennafélagsins með þeim hætti að erindið þurfa að berast í gegnum aðalstjórn, ekki viðkomandi deild. Og það mjög mikilvægt að eftir því sé farið, því að það getur vel verið að það séu mismunandi sjónarmið, deilda og eðlilega, allir vilja sína aðstöðu sem besta, og því þarf náttúrulega félagið og aðalstjórn að þetta þarf að vera samþykkt af þeirra hálfu, og þessi tiltekna stefnumörkun sem við erum unnið hér kom sem sagt í gegnum aðalstjórn til bæjarins. Hvað var það reynsla samningsköp? Ég hef gerð ráð fyrir því að Kolbrún hafi verið að vitna til þessara sem ég nefndi hérna líka, nýlegustu reynsluna, glænýja af þessum samningsköpaferli varðandi gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi sem var boðið út af Sorpu og sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu. Það verkefni tókst vel og leiddi til verulegs kostnaðarlækkunar. Ég ekkert að segja að það mun endilega gera það í þessu tilfelli, en það er minnst að mati okkar sérfræðinga ástæða til þess að láta þá reyna, og þegar við erum að tala um að reyna, þá erum við að fara þá í þetta formlega samningsköpaferli og niðurstöðun af því kemur síðan inn í bæjar, hver sem hún kann að verða. Var eitthvað fleira? Ég vera að gleyma einhver einu sem varst að spyrja um. Rökstuðningur. Fyrir að velja samnings. Rökstuðningur er sá að og ég veit ekki hvort hann kemur beinum orðum, en kemur sá að þetta er leið sem að útboðslöggjafinn, útboðsreglurnar bjóða upp á ef að mál lenda í þessari stöðu eins og þetta mál, að fá tilboð sem eru óásættanlega vegna hás verðs. Og það var nákvæmlega sami rökstuðningur sem var notaður til að mynda í þessu nýlegasta dæmi útboð á gas- og jarðgerðarstöð. Þar voru tilboð að mati verkkaupa óásættanlega vegna verðs og það farið þessi leið. Og það leiddi til niðurstöðu, og það náttúrulega rökstuðningurinn fyrst og fremst. Anna Sigríður með orðið, gjörðu svo vel. Já, ég reyna að muna bara að segja það að segja. Forseti, í fyrsta lagi þá vil ég taka undir athugasemd bæjarfulltrúa Lovísu áðan varðandi rökstuðningin. Bæjarstjóri er búinn að koma hér og aðeins leggja út af því, en ég held að það væri mjög gott ef því verklagi væri komið á að það væri settur rökstuðningur inn í svona minnisblöð, vegna þess að við erum að fjalla um hluti sem ég ætla bara að fullyrða, enginn þetta borði er sérfræðingur í þessu, við erum með sérfræðingi alls konar málum, en enginn er sérfræðingur í þessu, og þess vegna væri það mjög til bóta ef við hefðum skriflegan rökstuðning. Þetta ætla ég að segja. Annars ég ætla að segja,
það er að ég rak augun í á vefsíðu held ég félags atvinnurekenda að þar er talað að samningskaupa ferli sem notað í undantekningar tilfellum. Og mér langar bara svona aðeins að, þú veist, að fá einhverja umræðu kannski það, vegna þess að okkur skortur rökstuðningi. Hefði ég rökstuðningin, þá þyrfti ég ekkert að spyrja þetta, skiljiði. Og svo eitt enn sem bara mjög praktískt atriði, já, og svo ég tala aðeins afturreldingu. Ég náttúrulega bara fagna því ef að núverandi meirihluti ætlar að setja upp ætlar að setja upp svona fastan samstarfsvettvang. Það held ég sé bara löngu tímabært. Og ég myndi kjósa það að það væri samstarfsvettvangur sem að bæjarstjórn öll, líka þeir sem ekki eru hluti af meirihlutanum, hafi aðkoma að, vegna þess að eins og bæjarfulltrúi Stefán Ómar kom hér inn á, þá er starfsemi ungmennafélagsins okkar ekki pólitísk starfsemi. Sumir kannski freista stundu til þess að reyna að nota, hann setur pólitísk framgangs, en megin starfsemi ungmennafélagsins er ekki pólitísk. Og ég held nefnilega að við getum unnið dálítið vel saman af því að efla starf afturheldingar en þar með það er ég ekki að lofa því hér úr pontu að ég ætla að gera allt sem og uppfylla alla þeirra óskir sem hugsanlega að koma, en samtalið er til alls fyrst. Þannig ég fagna því að þetta ætli núverandi meirihluti að gera og svo kem ég að þessu atriði sem kannski fólki finnst kannski hálf hallast þetta enda ræðun á, en ég ætla að gera það samt. Ég raka augun í minnisblaðinu töluna fyrir frágang umhverfis. Talan, hún 36 eitthvað sinnum faldaðist því hún var 1 milljón í upphafi og fyrir 36 milljónir. Augljóslega, ég held að sé alveg augljós að þarna eru bara mistök. Það er aldrei hægt að ganga, for ég get ekki eins og gengið frá garðinu mínu fyrir 1 milljón, skiljiði. Þannig að en þá bara læddist að mér svona hvernig fer svona villa inn, hvernig er verið að vinna þetta, skiljiði. Ég það var hugsunin hjá mér. Ég held ég hefði munið allt sér alltaf að segja, en varðandi þessa undantekningu kannski er erfitt að svara því hér núna, en þá bara segja aftur, hefðu við rökstuðninginn, þá þyrfti ég ekki að spyrja þetta. Já, ég hef nú gefið sjálfum mér orðið og það er búið að fara yfir þetta mál mjög vel hér og ýmis sjónarmið og við náttúrulega varum með það öll að hvernig þetta var nú svona misreiknað í upphæfi, það er nú eitt, en ég ætla nú bara að ítreka það sem ég sagði hér á Bæjarásundum við þetta borð, svona mína afstöðu. Við erum í ákveðni sviðsmynd eða stöðu núna, ákveðna hvað eigum að gera, eigum að snúa við, fara á einhvern reit fyrir aftan okkur eða halda áfram og þá hvernig eigum að halda áfram. Og það sem liggur í loftinu mínum huga á fleiri, það er að fara þessa samningskaupaleið. Það er að kanna hana, skulum við segja. Það eru 3 aðilar sem myndi þá vera talað við alla. Það er búið að reyka að það kemur alltaf aftur hér inn á þetta borð, en ég tel það besta langskásta og besta kostin í stöðunni. Það hraðvirkast líka, við erum líka ákveðna skyldur við íþróttasamfélagi hérna og það að láta þetta ganga sína leið eins og hægt er. Við vitum ekki hvert þessar umræður eða samningskaupaleiðum hvernig leiðir okkur, en það tel ég vera alveg innboðið að fara þá leið. Varðandi þetta með umhverfi, ég hef nú grunnað það að sé eitthvað tengist einhverjum stíg sem var þarna, en bæjarstjóri getur kannski útskýrt það betur. Svo eitt sem er búið að blandast inn í þessu umræðu með samráðsvettvang á milli bæjaryfirvalda og afturheldingar sem held ég sé mjög þarft, og það er einmitt tilgreint í málefnasamningi núverandi meirihluta. Það er viljayfirlýsing að stofna til formlegs samráðsvettvangs á milli afturheldingar og Mosfellsbæjar uppbyggingu og nýtingu íþróttamannvirkja að varma. Þetta er bara svart á hvítu í málefnasamningnum.
Þetta var tölvöld umræða fyrir kosningar. Þetta er svo mikið starf innan Aftureldingar og mikið í húfi. Það er svona burðarvirkið í íþróttastarfseminni hér í bænum. Þannig að sé fastur samráðsvettvangur með formlegri vettvangur heldur en verið hefur, með formlegum fundum og fundargerðum og svo framvegis. Ég held að það sé bara allir hljóta að vera hlynntir því, og þetta er sem sagt í málefnasamningi D.O.A.F.L.stað. En þá er ég lokið málu mínu og já, Rúnar Bragi var næstur. Gjör svo vel. Og síðan Haraldur. Já, forseti, kæru bæjar fulltrúar, mér langaði bara að minna á það að við erum hér að ræða mál nummer 1 enn og aftur. Fyrir liggur að bæjarráð hefur samþykkt að hafna öllum tilboðum í þetta verk og ganga til samningsviðræðna eða samningskaupa við viðkomandi aðila. Fyrir mér er þetta alveg ljóst, það er búið að hafna í raun og veru öllum tilboðum. Við erum að fara að ræða við þessa verktaka eða þessa aðila sem buðu í. Það er ekki búið að taka ákvörðun eitt né neitt í þessu ferli annað en að ræða við viðkomandi aðila. Þannig að þetta mál kemur alltaf hingað aftur, alltaf inn í bæjarráð og það er ekki búið að taka ákvörðun 1.500.000 eða fleiri milljónir. Það er verið að fara að ganga til samningsviðræðna við þessa aðila til þess að kanna það hvort að hægt sé að fá einhvers konar betri verð í þetta íþróttahús. Við vitum vilja Aftureldingar, þegar það er til dæmis inn á síðu Aftureldingar er framtíðarsýn þeirra og þar vilja þeir fá þetta hús. Ég er sammála því að auðvitað eigum að vera í góðum viðræðum við Aftureldingu. Við erum búin að vera að eiga viðræður við Aftureldingu út af þessu máli og ég held að það liggi bara ljóst fyrir að það sé búið að hafna þessu í raun og veru en við erum að fara að ganga til viðræðna við viðkomandi aðila og þá fáum við fyrst og fremst niðurstöðu sem við getum rifist á næsta fundi. Haraldur, gjör svo vel. Þú svaraði reyndar einnig að spurningunum sem ég ætlaði að koma hérna varðandi þennan samráðsvettvang og vísum til þess að hvað í málefnasamningnum stendur hann. En kannski bara því til viðbótar sko að þetta var töluvert, við veltum þessu töluvert fyrir okkur í aðdraganda kosningana og í mínu flokki til að mynda í þeim fundum sem að við áttum með íbúum bæjarins, hagsmunaaðilum varðandi þá stefnumarkun sem að lág til grundvallar þá þeim málum sem að við lögðum í dóm kjósenda í okkar stefnuskrá. Þá kom þetta fram í máli fulltrúa Aftureldingar að þeim fannst vanta meiri formfestu í þessi samskipti, sérstaklega hvað varðaði þær stóru framkvæmdir sem að er að ræða á þessu svæði. Og kom líka frá þeim og ég heldur að sammála því að það í báðum tilfellum, bæði bæjarstjórn og stjórn félagsins kemur og fer fólk. Fólk kosið hér á 4 ára fresti í bæjarstjórnina og það eru töluverðar breytingar á henni til að mynda núna. Það verða líka skipti á stjórnarfólki í Aftureldingu og þetta væri leiðin til að búa til continuity, ég má svolítið sletta í því. Hvað varðar svona hluti því að við lenti því við þetta borð til að mynda þegar hefur komin í aðalstjórn að þá er einhver framkvæmd sem að einhver fyrirverandi stjórn hefði sett efst á forgangslistan kannski ekki farin af hann og komið einhver annur í staðinn og það er svona þessi hlutir sem svona var hugmyndin að væri hægt að búa til svona meira betur og formfastara stað til þess að ræða þessa hluti milli félagsins og sveitarfélagsins því að þetta er náttúrulega Afturelding og verður eitt mikilvægasta, ef ekki mikilvægasta félagið, frjálsu félagasamtökin sem eru hér í bænum og með mikilvægastu starfsemina. Þannig það er mikilvægt að þetta sé hérna svona skjalfest og svona einhver formfest í þessu. Þetta var nú tekið líka umræðum þetta sem fundi í Hlégarði sem einhverju að minnst á hér á hann. Síðan hvað var það sko undantekningunni, ég held að það sé alveg rétt að samningskaup eru undantekning
Ég veit svo sem ekki hlutfalli, ég ímynda mér að það sé innan við 10% af öllum útboðum, jafnvel minna, sé töluvert minna, sem að fer í þetta ferli, yfirleitt heppnast sem betur fyrir heppnast oftast útboð og menn taka einhverju tilboði sem að sem kemur á grundvelli útboðsins. Þetta er svo leið þegar það er ekki gert, það er með að meta það óaðgengilegt og sem betur fyrir það í undantekningatilfellum, ég held að sé alveg ótt að nota það orð, að það þarf að gera það og þá er þetta svo leið, svo lögbundna leið og lögformlega leið sem boðið er upp á í þessu sambandi. Ég tek undir það með síðan umhverfisfráganginn, þar hefðu við hjá bænum geta gert betur og vandað betur til þess að sjá fyrir hvað hann snerist, en hann kom til þegar húsið var stækkað. Þá var til að mynda eins og hér var nefnt áðan einn göngustígur sem liggur þarna milli gervigrasvallarins stóra og þessa minni sem liggur síðan inn í ævintýragarðinn. Hann er í uppnámi því að húsið lendir þar inn og líka hvað varðar grundunina. Það þýðir að það kallar á meiri frágang varðandi húsið, þar að segja í átt að aðalvellinum. Og það var einhver 1 eða 2 atriði viðbót sem að mönnum yfirsást, fólki hér yfirsást og það hefur bara sagt það, okkur yfirsást þetta og þannig að það er ástæðan fyrir þessu og þar hefðu við getað vandað okkur betur og það skal alveg viðurkennt. Kolbrún, þú næst, gjör svo vel. Já, forseti, mér langar bara að segja örstutt, þetta hefur ekki verið auðveld fæðing, það er að segja að hefja hvorki þegar við hófum samtalið eða núna þegar á að fara að byggja húsið. Þetta hefur verið frekar flókið, frekar erfið fæðing og þá erum við líka að vísa í þennan samráðsvettvang. Við höfum líka sem bæjarstjórn kallaði eftir því, en í mínum huga, og það er kannski svona að ég hef líka reynslu af því að vera sjálfboðaliði í Aftureldingu árum skiptir, en í mínum huga þá fannst mér það alltaf að vera aðalstjórn sem átti að eiga samtali við okkur sem bæjarstjórn, en það er mjög mikilvægt að koma þessum samstarfsvettvangi á, en nú er Anna Sigríður farin úr salnum, þannig ég ætla ekki að segja við hana því að við erum að tala um rökin fyrir þessari mögulegu samningskaupa leið eða fara að skoða fara í þessi samningskaupa leið og sjá út úr henni kemur og það sem ég hef kannski var að meina á þann. Þetta er leið fyrir okkur til að fara þar sem að öll tilboðin voru svo há. Í mínum huga eru það rökin. Mér fannst ekki að vera nein önnur rök fyrir því að fara. Við hefðum aldrei brugðið út af þessari braut. Að taka ekki lægsta tilboði ef okkur leist ekki á það. Þess vegna er þetta leið út úr því og hún er lögleg, þannig við ætlum að kanna þetta. Mér finnst hún ekki eins, þetta er leið fyrir okkur að fara, hún er lögleg, við sjáum hvað kemur út úr þessu og svo kannski eitt af lokum sem er langað til að við þurftum að gera, við sem erum að standa í þessari framkvæmd og bærin að hefja þessa miklu framkvæmdir. Og við erum náttúrulega öll búin að tala fyrir knatthúsinu og þetta er stórt og flott verkefni, þetta er ánægilegt verkefni fyrir bæinn. Við erum að loksins farin að geta farið í svona verkefni að reisa knatthús þar sem að við getum verið sómi af, en mér finnst í mínum huga er líka mikilvægt að nú verður einhver senkun á verkinu og þá er mjög mikilvægt að láta aðalstjórn vita. Aðalstjórn þarf að vita það að verkinu senkar. Af því að við viljum ekki að fara að draga þetta langinn og aðeins að fólk viti af hverju það er. Þannig að ég held að við viljum gera þetta á hagkvæmari hátt, af því við erum öll auðvitað að hugsa peningana sem að í þetta fara, peninga bæjarbúa, að sjálfsögðu erum við að hugsa það og þess vegna erum við líka að vanda okkur og gerum ekkert annað en að fara löglega leið í því. Þannig að við þurfum að láta vita þessari senkun, við þurfum að bíða eftir því að fá þessar niðurstöður á samningskaupaleiðinni, hvort okkur hugnast hún eða ekki og
rökin þau í mínum huga já, það var að prófa að fara þessa leið, sjá hvað kemur út af því og síðan kemur þetta aftur fyrir bæjarráð. Þannig ég held að þetta er niðurstaðan, öll viljum við gera vel við afturöldingu en núna stöndum við frammi fyrir þessu verkefni og þetta hefur verið heilmikið og flókið verkefni að koma þessu á kompinn og afturölding er stór og mannmargt félag og þarna náðum við einhverju niður á blað sem allir gáttu sæst á. Þannig að, en þetta ætlar að áfram að vera erfitt, en vonandi tekst okkur að greiða úr þessu og við getum hafið þessa framkvæmd sem fyrst. Já, það hafa ekki fleiri hvattir hljóðs þetta mál, þannig að ég vil sjá að verðan það sé lokið. Við erum að ræða fundargerð bæjarráðs, það voru nú fleiri mál, það verður enda 3 málum frestað og þeir verða á dagskráni hjá bæjarráði í fyrra málið. En orðið er laust önnur mál, það er númer 1, fundargerð bæjarráðs. Nú, svo virðist ekki vera að þá er umræðan lokið og við göngum þá til atkvæða og þeir sem samþykkja... Greiða sérstaklega atkvæði fyrsta liðin. Fyrsta liðin, já, það er sjálfsagt. Þá göngum við til atkvæða og tökum þá fyrst fyrir fyrsta mál. Það hefur verið beðið það að greiða sérstaklega atkvæði það og þeir sem samþykkja það mál eins og fundargerðin ber með sér eru bennir rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti. Ég sitt hjá. Já, það eru 5 atkvæði. Hér, 4 sitja hjá. 4 sitja. Já, þá höldum við áfram. Orðið er laust önnur mál. Ég þarf að greiða atkvæði fundargerðina. Já, það fyrir ekki að ég fór til aðeins tilbaka afsakið. Við erum að greiða atkvæði hinn málin. Á ætla ég að biðja bæjarfulltrúa rétt upp hönd öll hinn málin, það er að segja ekki mál nummer 1. Og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var þessi eina fundargerð sem er hér til staðfestingar afgreidd og við tökum þá fyrir næsta mál. Það var mál sem var tekið inn hérna með afbrigðum sem heitir Sumarleyfi bæjarstjórnar 2018, mál nummer 2. Og það liggur hérna fyrir tillaga og ég ætla að lesa hana upp og hún er hljóðað svo. Þessi fundur bæjarstjórnar verður síðasti fundur fyrir sumarleyfi sem stendur frá og með 27. júní, það er að segja í dag, og frá og með deginum í dag og til og með 21. ágúst næstkomandi. En næsti fundur bæjarstjórnar er ágerður 22. ágúst næstkomandi. Bæjarráð fari með umboð til fullnaðarafgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur, svo sem sveitarstjórnarlög kveða á Fundargerðir bæjarráðs á þessu tímabili verði lagðar fram til kynningar á fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir sumarfrí. Er einhver sem vil gera athugasemd við þessa tillögu? Svo er ekki og ég lít á hún sé samþykkt nema einhver hefur mótmælum við því eða gera athugasemdir. Svo er ekki og þá er þetta mál afgreitt. Við vorum með annað mál undir liðnum almenn erindi sem hefur titilinn Landsþing 2018. Það er kosning fulltrúa á Landsþing Samband Íslenska sveitarfélaga 2018 til 2022, semst allt kjörtímabilið. Kosning á Landsþing, það verður haldið á Akureyri síðla í september og ég er hér með tilnefningar þannig að ég ætla að leyfa mér að lesa það upp. Það er semst 5 aðalmenn og jafnmargir til vara. Þeir sem eru tilnefndir hér sem aðalmenn eru Ásgeir Sveinsson, Kolbrún Þorsteinsdóttir, Bjarki Bjarnason, Stefán Ómar Jónsson og Anna Sigríður Guðnadóttir. Og varamenn þeirra eru tilnefndir Rúnar Bragi Guðlaugsson, Arna Hagalínsdóttir, Bryndís Brynjarsdóttir, Valdimar Birgisson og Sveinn Óskar Sigurðsson. Er einhverju athugasemdir þetta? Svo er ekki, þá lít ég svo á að þetta sé afgreitt. Og eins og ég sagði, landsþingi er haldið á Akureyri 7. september og svo er nú reyndar önnur störf sem fylgja þessum
embættum. Þá eitt mál eftir dagskráni, það fundargerð frá samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem nú skammst af SSH. Það var fundur númer 458 og þessi fundargerð hér til kynningar, en ég gef orðið laust. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, það varðandi þessa fundargerð samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu númer 458. Þá bara fyrirspurn til okkar fulltrúa sem situr þarna varðandi annan dagskrárliðinn. Það fjallað sameiginlegt vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Mér langar kannski að fá smá innsýn inn í þennan þátt. Þetta svona athyglisvert og svolítið nýmæli finnst mér og spennandi. Takk fyrir. Já, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Ég er ekki alveg sem ég stilji spurninguna, en sko vatnsverndarsvæði á höfuðborgarsvæðinu eru samkvæmt bæði svæðaskipulagi og svo aðalskipulögum viðkomandi sveitarfélaga. Og þau eru víða, hlutaði mér í Mosfellsbæ, hlutaði mér í Reykjavík og ég held ég síðan einhver vatnsverndarsvæði öllum sveitarfélögum því að mest af þessum sveitarfélögum að nota sömu vatnsmólin og þetta því sameiginlegt hagsmunamál allra sveitarfélaga að vernda þau og vernda vatnið okkar. Það síðan sérstök framkvæmdanefnd vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu sem að skipuð af heilbrigðisfulltrúum allra svæðana. Það eru þrjú heilbrigðisapparat orðað þannig á höfuðborgarsvæðinu. Það segja hér í Mosfellsbæ heilbrigðiseftirlit Mosfellsbæjar, Kjósar og Seltjarnarness, síðan heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og síðan eru sem sagt Garðabær, Kópavogur og Hafnarfjörður með sameiginlegt heilbrigðiseftirlit. Og þessi skipa síðan sérstaka framkvæmdanefnd þessa vatnsvernd. Og síðan svæðisskipulagsnefndin og svæðisskipulagsstjóri með líka aðkoma að þessum málum. En það hefur verið lítið svo á, þetta var í sameiginlegt mál, sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Það að segja að passa upp á þetta og hafa líka verið í sameiginlegri vinnu sem hefur verið kostuð af SSH í kringum svona kortlagningu á vatnsverndarsvæðum hér á þessu svæðöllu. Til að mynda var gildistöku þess í Mosfellsdal frestað á ósk bæjarins á sínum tíma vegna þess að bæjarinn vildi fara í frekari rannsóknir á svæðum þar. En þessi mál munu komin í bæjarráð. Þetta hvað það varðar, í vinnslu hér á umhverfissviði með aðstoð sérfræðinga á þessu sviði. Þannig að það mun komin í bæjarráð sérstaklega þegar niðurstöðan úr því liggur fyrir. Ég veit ekki hvort þetta svara spurningunni. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Jú, vissulega svara þetta spurningunni og sem gamall vatnamælingamaður margra ára og hafði sérstaklega áhuga á þessu og liggur það meðal annars að því að þetta er einn stærsta auðlind Íslands og auðlind okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu og varðandi vatnsvernd og annað slíkt að það sé að taka á því með sameiginlegum átöki og með þetta reiknilíkan sem var að vera ræðum varðandi vatnsbúskapinn. Þetta er orðið að stærsta þjóðhagslega máli að verða svona og með þeim stærri sem við Íslendingar þurfum að gæta og ég þakka fyrir svarið. Já. Orðið þá laust fundargerð SSH frá 4. júní. Einhver sem vil ræða eitthvað, þetta voru reyndar ekki mörg mál, 3 mál. Nú svo ekki, þá umræðan lokið og þessi fundargerð lögð fram. Og þetta var síðasta mál á dagskrá þessa fundar. Nú tekum við sumarfrí og óska bæjarfulltrúum og fjölskyldum þeirra bara gleðileg sumar. Ég veit ekki hvort það hafi komið í dag eða það kemur einhvern tímann. Og þakka ykkur fundarsöldin og segi fundarslitið.